Ég stödd hérna á bryggjunni við Slippinn á Akranesi. Hér búið að setja upp hoppland, heldur betur líf og fjör. Það að mæta hérna stór hópur að hoppa og ég get ekki látið mitt eftir liggja. Ég ætla að taka Jódísi og Konna tali, það eru þau sem eru á baku þetta allt saman. En ég verð, eins og ég heyri, ég er dálítið taugaástyrk því að ég var búin að lofa að láta mig vaða onni í sjóinn. En tökum við tali fyrst. Hoppland. Þið eruð eigendur af því og stofnendur og hugmyndarsmiðir væntanlega. Getið þið aðeins útskýrt fyrir mér út af hvað þetta gengur allt saman? Já, við erum með hérna dýfingapalla og þetta er til í öllum Norðurlöndum, þannig að okkur fannst vanta svolítið að koma sér hérna heim. Þannig að já, við settum þetta upp og erum með námskeið þar sem að krakkar fá að sigrast á loftræslu og kvíða og alls konar svoleiðisvesinni. Svo var þetta eiginlega bara okkur langaði að vinna við held ég áhugamálið okkar. Já, það er svolítið þannig. Áhugamálið ykkar segiru, eru þið áhuga fólk að fleygja ykkur út í sjó eða? Það má segja það sko. Já, klettum og svona. Elskum að labba inn í ykkur gil og finna nýja staði. Ég er búinn að vera í þessu í 13 ár og fyrsta deytið okkar var bara að hoppa í sjóinn sko. Hvernig kviknaði þetta? Þú veist, bara frá í barnæsku eða þú veist, nú komið úr sikkur bæjarfélaginu og einmitt, kynntust þið í gegnum hopp í sjó? Nei, ég er frá Ólafsfirði og það er hérna, maður er ekkert að fara í bíó eða neitt svoleiðis, þannig að maður getur farið að hoppa á skipum og svo bara kynnumst við í gegnum vinnu og ég bauð henni með mér að hoppa og mér fannst það bara geðveikt. Eftir það var ekki aftur snúið? Nei, það má segja það. Það sem við fengið með þessu, þeir eru með hoppland.is sem er með, eins og ég segi, þeir eru með palla hérna í misjöfnum stærðum, þeir eru með trampolín, þeir eru með setustofu, eru þið með heitan pott, er það rétt hjá mér eða er þetta kaldur pottur? Við erum með heitan pottin en það var gat á slöngunni, þannig að við erum að fara, á pípunum hann, en við erum að fara að laga það en við erum með 2 köður svona í millitíðinni sem er með heitu vatni og þá er hægt að fara þangað á milli og af því að það eru sumir krakkar sem eru bara 5 tíma á dag sko, þannig að það er gott að geta hlýja sér á milli sko. Það góða við þetta er undir eftirliti eða svona, þetta er svona, hérna ertu með smá yfirsýn og meira öryggi heldur en að vera inn á atvinnusvæði og athafnasvæði á bryggjunum. 100% og það er líka sko, hérna eru pallarnir alveg bara sléttur flötur en það er oft þegar maður er að hoppa á klettum og skipa handriðum og svona þá er þetta svo lítið sem að maður og getur verið að renna og alls konar svoleiðis en hérna er alveg 100% bara verið að fylgjast með og flottir staðir til þess að skutla sér fram á. Dýftinn bara 100%, þú veist. Já. Og það er líka allir öryggisbúnaðir hérna ef eitthvað kemur fyrir, skilurðu. Man náttúrulega getur aldrei 100% tryggt eitthvað, en þú veist, þetta er bara eins og í öllu öðru. Já. Þetta er í rauninni bara svæði sem er bara tilhenkað þessu? Já, það var eiginlega bara geggjað að fá þessa bryggja því þetta er bara stór bryggja, við getum búið til alls konar vitleysu hérna og svo engin skipaumferð eða neitt, þannig að við erum virkilega þakklátt sko. Við erum bara í ykkur partí sko. Þetta, má ekki segja þetta sé holl og góð afþreying. Hvað er svona æðislegt við að stökkva sjó? Ég held að sé ekki neitt sem að, nema kannski bara, falli á stökk, sem að bara svona, lætur þið bara fara út fyrir kassan á svona stuttum tíma. Þú stendur á brúninu og bara nei, ég er ekki að fara að gera þetta, og svo heyrur einhvern öskra 3, 2, 1 og þú allt í einu byrjað að fljúga honni í sjó, sko. Líka þegar þú ert að leika þessu, þú ert ekki að hugsa bara, ég var eftir að setja í vélina, ég þarf að borga þessa reikninga, þetta er eftir, þú ert bara hérna og þú ert í náttúru, það er það sem ég tek út úr þessu. Er eldra fólk eitthvað að skila sér til ykkar eða er þetta krakkar bara? Heyrðu, það var nú elsti var 70 sem stökk hérna á hundaginn ekki? Já, þannig ef einhver er eldri en það, getur hann komið á bætt netið. Já. Við erum að pæla að setja mynd á honum hérna og mynda elsta og yngsta, það verður svolítið flott. Hvernig er fyrirkomulagið? Þú veist, kaupir maður sig inn í þetta? Hvernig, kaupir maður... Þetta er bara svona dagspassi og það er 1000 kall fyrir krakka og 1500 fyrir fullorðna. Svo erum bara eigum eftir að græja hérna kemur svona 10 metra belgur sem að maður fer á annan endan og svo hoppar einhver á hinn endan og skýtur eitthvert og þegar það er komið þá er sem sagt auka 1000 kall eða ekki. Jú, fyrir það. En maður ætlar að nýta sér það. Það verður stemming. Og það verður helgar alltaf bara. Þið ætlaðu að leiðsegja mér eitthvað með þetta, eða ekki? Þú ætlar að hoppa með mér? Já, þú ætlar að henda þér í galla og taka hérna dífu. Já. Nú, þú veist, er ég ekkert alveg ókunn því að henda mér í sjóinn, en mér finnst þetta dálítið hátt hérna, allavega efsti, ég er ekki alveg komið þangað. Er ekki meira hugrekki í því að fara bara þangað sem að maður treystir sér? Já, auðvitað. Ég vil bara fá þetta í mynd á hann ég lítið út. Jú, líka feiki nóg að fara á fyrsta falli, það er bara hellingur. Þess vegna er gott að vera með þessar hæðir, sko, getur unnið þér upp.
unnið og líka heppin, það er fjara þannig að það er lengra onni. Stálheppin alveg. Stálheppin. Þið eru bara með þetta á einum stað á landinu út af hverju Akranes? Já, við byrjuðum með svona smá sýnishorn í fyrra í Reykjavík en svo var eitthvað voða erfitt að græja leyfi fyrir, það var enginn sem var tilbúin að kvitta undir það hjá Reykjavíkurborg. En svo töluðum við bæjarstjórinn hérna og hann talaði við Faxaflóahöfn og þeir voru meirinn til í þetta sko, þannig að þetta var bara no-brainer. Stutt í bæinn og endalaus stökkmenning hérna, þannig að við... Það er nefnilega rosa stökkmenning. Og krakkarnir eru ekkert bara að koma að stökkva, þeir eru að gera hérna heljarstökk og þeir eru búin að vera lengi í þessu. Og ég held að allavega annarkur krakki hérna eigi blauðbúning. Þið eru með opið bara fyrir almenning á götunni, þið takja á móti hópum og svo eru þið líka með námskeið. Já, við erum með námskeið fyrir 10–14 ára og það er hægt að skrá inn á hoppland.is bara undir námskeið og þetta er 2 tíma námskeið alltaf á laugardögum. Það sem að krakkarnir fara, ég fyrir með þeim yfir bara grunninn í kletta og sjóstökki, hvað þarf að passa og svona og svo bara ef þau vilja læra heljarstökk og alls konar svoleiðis þá erum við til þess að leiðbeina þeim í þannig. Þau eru að koma á mjög misjöfnum stað, sem eru bara að sigra sjálf sig að hoppa og eins og hann segir, aðrir eru bara að læra að bæta heljarstökkin og alls konar svoleiðis. Þetta er líka fínt fyrir foreldra að koma hérna í 2 tíma námskeið og svo síðan eins og englar hérna nóttina, þannig að þetta er fullkomið.